plataði stefnir verktakana. Þegar ég byrjaði að tala stefnu og verktakalánin í janúar 2026, eða síðan ég byrjaði, þá hafa ansi margir komið að máli við mig og þetta hefur verið áhrifafólk í bæði byggingargeiranum, fjármálageiranum og fasteignageiranum. Og margir bara nokkuð hátt settir, eins og einn góður maður sagði við mig, Ásdís, það eru ansi margir í fjármálageiranum sammálaðir, en það er bara svona samantekið, óformlega samantekið ráð að segja bara ekki neitt. Vera bara rólegir. Þannig ég er búin að heyra mikið af sögum hver raunverulegur ásetningur á bak við verktakalánin eru og fyrst ætlaði ég að henda mér út í þetta og komast að hvað var rétt og hvað er rangt. Svo myndi ég heita ekkert Ásdís Brokkovich og ég fæ ekkert borga fyrir þetta. Þannig ég ætla bara að henda fram öllu sem ég hef heyrt og ég ítrekkað. Ég hef ekki hugmynd hvað er satt, hvað er logið og ég ætla bara að skora á stefni eða aðra að stíga fram og fara yfir hvað er rétt og hvað er rangt í þessu máli. En það sem lang flestir hafa sagt við mig, planið var aldrei að verktakarnir áttu að eiga þetta 10 ár. Þrátt fyrir frábærar auglýsingaferðir eins og gerum þetta saman. Heldur átti að selja þessi 20% áfram til lífeyrissjóðanna með afföllum. Ég hringdi nokkra lífeyrissjóði og þeir staðfestu allir að þeir hefðu fengið kynningu á verkefninu en þeir sögðu líka allir sem ég talaði við að þeir hefðu ekki farið inn í þetta verkefni. Það er samt bara vika síðan góður maður sagði við mig bara á innsóin. Ásdís, það er alveg á hreinu, sko lífeyrissjóðan að fara inn í þetta. Þannig að slúðrið segir líka að það séu einhverju verktakar ósáttir út í bæ af því að þeir ætla aldrei að binda 20% eigið fé inn í 10 ár. Og ef þú hugsar þetta, þetta er eitt af sem hefur aldrei gengið upp hjá mér. Af hverju eru verktakar að binda 20% af eigið fé til 10 ára þegar þeir fá valla fjármögnun í næstu verkefni að það eru svo dýrt og þau eru stopp. Þannig að veit ekkert hvað er satt og hvað er rangt. En ég er líka búin að heyra að fyrst að lífeyrissjóðirnir fóru ekki inn í þetta, þá sé komið nýtt plan og það sé að búa til fjármálagjörning út úr þessum 20% svona einhverja markasvöru. Og þá spyr ég, er það eðlilegt að við sem að taka unga fólki okkar sem eru að kaupa svona fyrstu íbúð og búa til markasvöru úr þeim? Og hver ætlar að gæta þeirra hagsmuna þegar 10 ár eru liðin og einhver fjármálagúró á 20% með þeim? En þarna loksins gengur grein 39.2 upp fyrir mér ef að þetta er rétt sem segir einfaldlega Reit 20, og þetta á við alla, þetta er ekki bara Reit 20, er heimilt án samþykkis viðskiptavinarins að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt samningnum að hluta eða öllu leyti til félagi sömu félagasamstæðu og Reit 20 og til allra annar félaga. Ég spurði stefnu út í þessa grein sérstaklega og ég segi, má bara búa til einhverju vafninga, vorum við ekkert í hruninu hana og bara selja hverjum sem er og þau segja, nei, að sjálfsög þarf þetta, sá sem kaupi vafningin að vera undir eftirliti fjármálaeftirlitsins og þá spyr ég, gleymdist bara að setja henni í samningin eða var það vísvitandi skilið eftir opið. Þannig að ég þarf að fór til garða að reyta arfa, mér langar að byggja ykkur að deila þessu, taka einhvern sem nennir að taka boltan og rannsaka þetta og komast að því hvað er satt og hvað er logið bak verktakalánin.